Ég vissi það, Birkir. Ég vissi það. Getting. Það erum mættir. Vá, eftir langa pásu. Já, mér líður eins og það séu mörg ár síðan ég settist hérna síðast. Já, ég er bara með sviðskrekk. Ég er Mætti hingað í kvöld. lík því, ég er búinn að sitja hérna alla vikuna að læra fyrir próf sveittur. En hérna, það er mikið gott að vera komin. Já, mikið gott að vera komin. Og það er aldeilis stöppu dagskrá í kvöld. Já, heldur betur, nóg að tala um. Mikinn meistara í settin í kvöld. Heldur betur. Stórmeistarann Þröst Þórðarsson. Og fasteignarsali með meiru, en hérna, já eins og ég segi, það er nóg að taka, Íslandsmótið er í fullum gangi. Íslandsmótið er í fullum gangi. Og heilmargir að fylgja spennti með, fleiri en kannski margir hefur búist við. Já, svona fleiri heldur kannski gengur og gerist sko, myndi ég segja, því að kannski ég kom betur inn að eftir við byrjum með þann styrktaralinn okkar, en eins og segi, það er gaman að sjá hvað er mikið af fólki sem er að pæla í Íslandsmótinu skák sem að kannski, eins og ég segi, venjulega væri ekki að horfa sko. Nei, og hérna, já, ég er búinn að fá úr öllum áttum, bara frá vinum mínum og fólki í kringum mig sem að hérna, ég held að engar á skák sem bara búið líkt við skjáin og bara hvernig er þetta hjá Vigni maður? Þú vil hann segjur, eitthvað svoleiðis skilur. Þetta er alveg bilað sko. Þannig að það er frábært. Kannski byrjum að koma að styrktaralina að vanda, þá erum við með Green Diamond. Rétt. Þetta er einhverja bestu skógrindur sem þú færð bara. Já, best skógrindur landsins, það tala um það. Og við verðum með skósóla landsins, skósóla þáttarins að sjálfsögðu. Heldur betur. Svo erum við Dominos. Já. Dominos komandi, við erum miðstuðlegri að velja það, en það er bara eins og það er. Dominos stiða samt enga síður þéttir baki á okkur og hafa alltaf gert frá degi 1. Já, heldur betur. Og lokum Coolbet. Okkar aðal styrktaraðilar bara. Já, þeir eru búin að okkar menn í Coolbet sko. Búin að vera okkur við hlið frá degi 1 og eru búin að koma líka að Íslandsmótinu í skák og mér langar aðeins að koma inn á það. Já. Ég veit að það er ekki sjálfsagt að bera veðmálum hatt undir höfði, en þetta er stór partur af íþróttum og hérna vekur ákveðna spennu og það hefur ekki verið, það hefur verið í fótbolta, það hefur verið í körfubolta, tennis og bara eiginlega nefndu íþróttina, þetta hefur alltaf verið, en það hefur ekki verið viðlóðandi við skák og mér finnst, og það er bara mín skoðun, að þetta gefi, og ég held að margir vinir mínir séu farnir að fylgjast töluvert með Íslandsmótinu sem hefðu aldrei gert það, þökk sé þessu og hérna það er heilmikill ávinningur í því að fá bara mikið af fólki til þess að horfa á skák. Já, og náttúrulega þegar við lögum upp með þetta streymi að þá var upphaflega hugmyndin með að fá einmitt fleira fólk að borðinu. Rétt. Fá fólk sem var kannski ekki djúpt sokkið inn í skákina. Nei. Til að byrja að fylgjast með og ég tel að, eða við teljum að með því að setja upp þessa stuðla þá erum við heldur betur búin að hjálpa skákhreyfingunni með það að leiðiljósi að gera skákina stærri. Já, það er alltaf það sem við lögum upp með bara frá byrjun. Já. Er að stækka nafn skákarinnar og tengja hana svolítið við, já mér finnst skákhópurinn á Íslandi vera svolítið afmarkaður og bara reyna að fá alla, ég veit að fullt af laumuperrum í skákinni sem að fylgjast með helling af YouTube myndböndum og einhvern veginn en hafa ekki tengt við íslenska markaðinn og það þarf að tengja þetta fólk saman af því að það er svo mikið af fólk sem er gaman að vera eitt í skák endilega till ykkur hérna, tefli við stórmeistara, við erum með ekki bara skemmtilegan heldur einnig fróðan og virkilega góðan skákmann í kvöld. Algjörlega. Þannig að bara hallið ykkur aftur og góða skemmtun í kvöld en hérna svo verðum við líka virkir að lesa kommentin, ég sé að strax komið Super League skoðanir, þetta verður allt tekið fyrir. Strax það kom nokkuð spurning hvernig voru Hjörvar mann í dag, við getum kannski bara Við förum yfir þetta allt saman. Stærstu úrslitin, Hjörvar vinnur, Vigni Vatnar, hvað var meira í þessu? Jói Hjartar tók að kjaða með svart. Björn og Bragi gerðu jafntefli, ég held að enginn með hökun í gólfinu þar sko. Nei, þetta var svona sirka sem voru búin að spá og hvað var meira í þessu? Já, Helgi Ásvann, ég var búin að kannski segja það. Hvað er eitthvað stór úrslit frekar í þessu? Hannes Lífa vann. Ég veit að það voru margir sem að græddu vel á Coolbet á þessari umferð en aðrir sem voru mjög nálægt því. Já, sko, við nefnum ekki nöfn en það voru rosalegi seðlar í gangi og ég veit það vantaði bara hásbreytt að sá hefði breytt 1 pund í nokkur pund. Ég er ekki eins og viss sem hann kunni manngangi. Nei, við gleðumst yfir því. Já. Þannig að eins og ég segi að við þökkum Andri Freyr segir, ég þoli ekki henni Jóa Hjartar, orðan þannig.
Já, við elskum að skipta skoðunum, það er það sem við elskum. Já. En þá held ég ekki eftir miklu að bíða. Nei, það Ég er klár með introlag, mér finnst gesturinn vera klár og til sér vel fyrir sófanum. En þá er það engin annar en fasteignasalinn, stórmeistarinn og stórmaðurinn Þröstur Þórhallsson. Vertu velkomin í settið. Við erum velkomin. Velkomin Þröstur. Já, takk hérlega fyrir. Hvað segir þá gott? Ég segi bara alltaf besta bara. Takk fyrir að bjóða mér að koma hérna og taka þátt í þessu með ykkur. Já, hrikalega gaman að fá þig. Já, okkur. Takk fyrir það. Okkar heiður. Takk fyrir það. Þú sagði mér að þú veist í golf í dag? Já, það er alltaf að sko taka 9 hólur svona endrum sinnum. Já, það er það nefnilega. Já, það er þess að hérna bara fríska hugan og hreyfa sig. Það veitir ekki að því menn eru bara á 50 aldri. Nei. En nú vitum við að þú sagði okkur fyrir þátt að þið var búið að taka þátt á Íslandsmótinu og okkur afþakkaði þú það boð? Já, sko þegar menn eru að vinna hérna við að selja fasteignir alla daga, þá þýðir þetta náttúrulega bara það að maður er að taka frí í vinnu. Já. Þetta er orðið þannig, þetta sport að menn er undirbúið sig kannski 3-4 tíma fyrir hverja skák. Einmitt. Og bara því miður var bara staðan hjá mér í vinnunni þannig að ég hérna þurfti að afþakka boðið. Já, það er ekkert grín að taka þátt í svona Íslandsmóti. Fólk heldur kannski að þetta sé bara 5-6 tímar á dag sem það er í skákina, en nei, þá ertu ekki að taka með allan undirbúningin sem er bílað mikill. Já, og svo legur búin í skákina þá fer ekki bara einn tíðin að slaka á. Sko. Nei, þetta er náttúrulega bara allt öðruvísi heldur en þetta var, sko. Nú bara byrjunarfræðin er þannig að þú verður að undirbúa virkilega vel. Og ég meina þú getur alveg verið með, skilur, en þá bara verður fyrir vonbrigðum að það getur ekki rætt fram, sko. Já. Það var basically þannig. Þá lendur í sláturhúsunum. Já, maður getur bara lent í því, sko. Það er nefnilega þess vegna, sko, kannski hrifnari að tefla í útlöndum vegna þess að þá getur maður virkilega gefið sér tíma til þess að sökkva sér voni í þetta, sko. Einmitt. Það var ekkert að daglega amstöður og síminn að hringja og svo framvegis, sko. Mér langar eiginlega að byrja á smá sleggju. Við erum búin að fá fullt aðsendu spurningum kvöld. Já, mikið af spenntum aðlum, en ég fekk Ingvar Þór aðeins í lið með mér. Já. Að þú talar um að það sé gaman að tefla erlendis. Já. Hver er þín kynni af Viswanathan Anand, fyrrverandi heimsmeistara í skák? Já, það er ágætis spurning. Það er sleggja. Það er sleggja. Sko, hann er alltaf fæddur 69 eins og ég. Já. Og við teldum saman í gamla daga á heimsmeistaramóti 20 ára yngri í Gásdal í Noregi, sem var mekka skákarinnar í gamla daga. Haldið þar býsna mörg alþjóðleg skákmót sem margir Íslendingar nutu góðs af. Og ég náði til dæmis 2 áfengum á stórmeistaratitli í Gásdal sínum tíma. Og við kynntumst bara þarna á þessum stað. Þetta var svona hálfsmánaðar mót og það var Davíð Ólafsson aðstoðarmaður minn á mótinu og við bara svona smullum saman og verðum góðir félagar. Já. Þannig byrjaði þetta, sko. Ég man eftir því ég teldi við hann hérna skandinávska leikinn. Já. Íslenska afbrigðið. Já, og hvernig fór svo skák? Já, ég tapaði. En Anand er svona einn af mínum uppáhalds skákmönnum. Já, og heldur þú sambandi við hann í dag? Já, við erum í sambandi Facebook. Já. Það er grjóthart. Hann sagði okkur ekki þessi fyrir þáttinn, sko. Já. Leifur, heldur getur ítt á sept þarna því að þetta er með fullir vinningu, þá er ágætt að kannski að trekka vélina þess. Þetta er 5-5, er það ekki full langt? Jú, við erum ekki með alveg jafn hægan við senast að þetta. Þó að hann hafi verið frábær, þá var hann alltaf búinn að dusta, hann var ekki búinn að tefla í 40 ár, sá maður, sko. Það er nú aðeins sittar síðan Þröstur. 3+2 væri óskandi, endilega henda okkur challengeum og ég vil fá, sko, það er ekki á hverjum degi sem þú fær að tefla við stórmeistari í skák. Og það skiptir engu máli hverju þú ert, við erum ekki að skjóta neitt niður, það eru allir velkomnir á borðinu. Þetta verður bara gaman í kvöld. Já, heldur betur. Þannig endilega skora á okkur með 3+2. Samþykktu þetta bara. Já, þetta komið hérna. Já. Gummi. Herri, þú veist að tefla hérna. Já, Þröstur, þú. Það er að fá mig að tefla skák. Hvernig hérna? Ég held ég var bara að koma inn í spjall. Strákar.
skák og spjall. Já, svo veist já. Hvernig típa er Anand? Þetta er vikað þig að tefla. Hann er Gunnóri. Hann er með tvöfaldlegri Eilóstein því. Eilóstein þú. Það er íslenska. Já, fyrst ég var nú að tala skandinaviska leikin. Já. Tefla eitthvað svona gambit. Þið þurfum að reyna að hafa gaman að þessu. Einmitt. Svo var maður lendi ekki í eitthvað svona máslipp. Já. Ok, hættu því. Já, Þröstur, mér langar að spyrja þig að því að Hjörvar kom til okkar og hann er náttúrulega afreksmaður í skák og ég fann alveg bara á presensinu á því hvernig hann var afreks íþróttamaður. Bara hann var með þetta mentalitet og þetta drif einhvern veginn í öllu, bara hvernig hann talaði og sögurnar sem hann sagði. Þannig að hvernig var þá að vera með heimsmeistara í íþrótt? Jú sko, að þessum tíma náttúrulega var hann ekki orðinn heimsmeistari, hann var alveg ljóst að hann var náttúrulega einhver ótrúlegur maður á ferð. Maður áttaði sig strax á því vegna þess að hann var svo fljótur að leika og hann þurfti ekkert að hugsa, hann bara leika automatist og svo fór maður að velta þessu fyrir sér sko. Við hittum hann svo seinna við Hannes Lívar í Baguio City 1987 á heimsmeistaramóti unglinga þar sem hann var heimsmeistari. Og þanga fóru við sko, þið þekkir náttúrulega kannski Baguio City við skáksögunni. Ég spyr ykkur spurningu, veitu hvað er svona merkilegt í Baguio City? Hvað varst að leika þarna, segir? Heimsmeistari við á Karpo og Kostnæði. En þarna fór Guðmundur Sigurjónsson með okkur sem liðsstjóri á sínum tíma. En þarna var Anand fyrst heimsmeistari. Það var það heimsmeistari unglinga 20 ára yngri. Og það er gaman að koma til Philips Í hvað sæti varst þú þannig? Já, ég man það nú reyndar ekki. Þetta er allavega mjög skemmtileg upplifun sko. Þannig að það svona sást fljótt í hvað stendi það? Já, það sást mjög fljótt hvað var að fara að gerast sko. Já, sko, nú ok, B3, hvað getum við gert í því? Staðan ennþá í dýnum sko jafnvegi? Já, Gummi er ólsegur sko, mér finnst það allt of stíðalvar. Já, ég mynd, þetta er fínt. Herru, ég sýnist að vera það í stað að ég ætla bara að henda fyrstu spurningunni inn. Mér langar Birgir, að því að endilega Leifur, hvað er það? Mér langar að við séum duglega líka á kommentagerðinu. Er þetta frábær punktur í þér? Við erum að læfa þetta á önduna. Ég sá það kom ein alveg í byrjun, Þröstur. Fylgist þið eitthvað með fótbolta? Já. Ok, hvert er þitt lið? Þín lið, jafnvel? Já, mín lið. Ég er náttúrulega býi Fossvoginum, þannig að það er Víkingur. Ég spilaði með Víking í gamla daga, bæði handbolta og fótbolta. Og þannig að það er mitt lið á Íslandi. En svo held ég með Arsenal í enska boltanum. Það er erfiður dagar af þér. Þetta voru erfiður vetur af þér. Já, ég er ekkert mikill fótboltafan, ég er svona að horfa með öðru augunni bara. Nú, ok. Ég er ekkert að lifa ekki fyrir þetta eins og margir aðrir sko. Nei, það er nú margir sem segja það samt þegar illa gengur, er það ekki? Já, þetta er bara, þetta er ekkert vandamál fyrir mig að tapa leik, ef Arsenal tapa leik, þá er það ekkert stórmál sko. Nei. Af því að Arnar spurði í byrjun, hefur einhverja skoðun á ofurdeildinni? Nei, ég get ekki sagt að ég bara les fréttir og þetta var maður svona pínu hissa bara að sjá hvað menn ætluðu sér að gera með þessari ofurdeild. En já, ég hef ekki miklu skoðun á því svo sem. Tók bara eftir því að íslenska knattspyrnusamband Íslands þeir voru ekki sátt. Nei, þeir voru ekki sátt. Þeir leist ekki vel á þetta. Þetta er alltaf smá samspil peningar sko. Þetta er alltaf bara peningar. Alltaf miklu peningar konur inn á fótbolta, maður bara potar ekki í þessu sko. Nei, það er að hugsa sig sko. Já. Það var nú kannski gáleira að myndi nú lækka aðeins miðana á leikina heldur en að setja þetta allt í einhverja knattspyrnustjóra og leikmenn sem að fá bara einhverja milljarða fyrir að sparka í bolt. Ótrúlegt hvað er að fá sko. Já. Ég segjandi það að auðvitað náttúrulega bara sko tók maður vitleysi ákvörðun í gamla daga að maður fór í skákina eftir að vera halda árum í fótboltanum. Gefur augalega. Örkilega ljós sko. Það er að segja en lífið er ekki bara peningar. Nei, það er rétt. Það er að gera það sem maður finnst gaman að gera. Skemmtilegt. En að ég ætlaði að spyrja þessu fyrir þáttina á hvaða game þetta
í þættinum, semst, ef við byrjum bara á ertu maður fylgist vel með Íslandsmótinu, þessar fyrstu 6 umferðir sem eru búnar? Já, við skulum segja það að í vinnunni að það var alltaf opið á Íslandsmóti og maður fylgist með Ingvari og hérna bara gaman að sjá hvað hann leggur sig fram að gera þetta vel. Einmitt, virkilega gaman að sjá það. Hvað hann fær í þessu, komið langt í tækninni og svona orðin svolítið vanur í því sem hann að gera. Já, mjög flott hjá hann. Það algjörlega frábært. Algjörlega, og önnur bónusspurning, hver þinn maður á Íslandsmótinu? Já, sko, ég náttúrulega svo sem átt alveg vona á þessi spurning kæmi. Já. Og hérna, sko, þetta náttúrulega þannig að þessi gaurar þarna eru náttúrulega allir vinir mínir. Já. Ég þarfst að velja einn. Ég þarfst að velja einn eða þau vildi draga upp með svar. Þá myndi ég segja blaðamaðurinn Björn Þorfinnsson. Já! Ég var alveg viss að hann segja Jói Hjartar. Og sko, það bara vegna þess að mér finnst þetta svo vel gert í Bjössa að standa í þessum blaðaskrifum með svona skemmtilegum hætti og vera alveg á fulla tefla saman tíma. En ég vil ekki gera upp á milli mannana sem ég þekki svo vel. En samt sem áður, þá segi ég Bjössi. Bara til þess að taka hatt minn ofan vegna þess að hann að tefla þá í 2 mótum. Já. Ég hugsaði þetta þannig. Ég hef oft verið að tefla í þessum mótum og vera bara í fullri vinnu. Já. Og en Bjössi er þá bara sá sem ég myndi finna svona skemmtilegast. Já. Ef hann gæti unni mótið. Já, það er orðið ansi langsótt þessu staðan núna allavega, en hann er heldur betur búinn að hafa samt sín áhrif á mótið. Tekur Jói Hjartar og búinn að, hann klárlega, gott sjátt. Svona grísa þessi máttlausun á mótunum kannski. Þannig hann bara gafst ekki upp og samþýttu þetta bara. Taka Arnar. Já, en það ertu strax, hérna ertu komin í, hann er með svona 2-1. Það var askan og beint í eldin. Þú varst að hækka svona 1000 elastið þarna í. Já. Það er grjótarður, sko. Já, þú nú síðan aðeins. Já, þetta. Já, það er hrikalega gaman að sjá hvað Bjössi er að vinna flott starf fyrir skákina. Það er smá einskott. Hann er gestur í næsta þætti. Rétt. Bara svo ég komið inn á það. Það er verið að lesa best of að pistlunum hans og ég mæli með fyrir fólk sem er ekki búið að lesa pistlunum hans. Maður er oft bara, maður svellist á kaffibollanum sko þegar maður er að lesa þetta. Þetta er ekki eðlilega fyndið sko. Já, þetta er bara mjög vel gert í honum. Já. Bara náttúrulegu penni og allt svona. Þannig já, Leifur, má ég taka núna fyrst spurningu? Já, gjörðu svo vel. Og hún kemur frá, meira en allt skákmenn. Gauti Páll segir hérna að þessi er mjög góð. Hún tengist í húsið, fasteignasali. Já. Hvort er skárra að borga húsnæðisláni bróðurpart ævinnar eða vera þræll leigumarkaðarins? Ég tel að það sé frábær fjárfesting að kaupa fasteign. Og ég skora bara á alla sem að spara pening og endilega bara reyna að kaupa sínu fyrsta eign og komast inn á markaðinn. Þess að leigumarkaðurinn hefur í gegnum tíðina verið ofslega ótryggur og það er bara hjálpa til með sparnað á fleiri af fólki, bara borga lánum og reyna að eignast sína fyrstu íbúð og svo hafa bara fasteignir tilneyingu til þess að hækka í verði og það er engin spurning mínum huga að fjárfesta í fasteign eða horfa til þess, spara peninga og þunga aldri og reyna að eignast fyrir útborgunni fasteign. Ég mæli með því. Þetta er grjótarður leikur H4. Já, og svo kemur Kongur G7 sem er ágætis leikur. Já. Ef hann hefði ekki komið, var af stað með H5? Já, ég var að velta því fyrir mér. Að velta því fyrir mér. Já, þetta er Já, Semur er átpostan á D5 og Já, þetta er bara svona. Björn Ívar spyr hvort er betra að riddari eða biskup og af hverju? Já, þetta er náttúrulega spurning sem allir vita, riddari er náttúrulega betri. Nei, þetta veit ég að menn hafa misjafna skoðanir úr því. En riddararnir hafa einhverja hluta vegna að henda mér betur og þá er ég kannski ekki síður að horfa til bara styttra tempósins. Já.
og þeir eru svona, ef ég má segja, þeir geta verið svona brögðóttir, svo ég nota það orð, riddararnir. Meðan að biskuparnir eru náttúrulega sjálfsögðu betri í svona opnu tabli þar sem að skálinuna geta fengið að njóta sín, meira svigrúm. En þeir eru, þeir eru mínumati heppilegri í svona styttra tempóinu. Já. Þegar að tala um styttra tempóið, fyrir þá kannski... Já, þá erum við kannski að tala um svona hraðskagýr eða atskagýr eða eitthvað þess að það, sko. Styttri skákir, minni tímamörkum. Já. Þú ert ansið segur í styttri tímamörkum. Já, allavega svona mínu yngri árum. Já, margfaldur Íslandsmeistari hraðskák eða ekki? Já, atskák, já. Hann bara segur, ég held að það sé aðalatrís. Snorri Berg spyr, þetta nú, hvort liðið betra, Arsenal að Tottenham? Það er hægt að svara þessari spurningu strax. Ég held reyndar að Snorri haldi með Arsenal eins og ég. Já, eða það? Ef ég man rétt. Já. Er það líklega til þess að svara því játandi með að við erum að tala saman? Það er kannski ekki kostað því. Mögulega ekki, en hérna kemur næsta sem mjög góð. Mikilvægt að hafa stútfullt glas að klaka þegar menn fá sér G&T. Hvað Jón Viktor? Já, það er náttúrulega ekki þannig að drekka en að drikka og heldur þessi fullt að klaka. Það er náttúrulega algjörlega þannig, sko. Mínum huga. En hvað nú bara spurning frá mér að það með þetta í hug, þín eftirminnilegasta skákferð? Góð spurning. Af því að þú hefur farið nokkrar, þykist ég vita. Já, eftirminnilegasta ferð, vá. Já. Það fyrsta sem poppaði í hugann. Já, með 46 sekúndur á klukkunni, þá fær maður þessa spurningu. Velkomin í Chess Talk. Kaldar kveðir, sko. Thank you very much. Það er greinlega... Þú skalt að hugsa. Já, ég þarf að því halda. Ég ætla aðeins að fá að hugsa þetta betur. Aðeins að fá að hugsa þetta. Allt í lagi. Sko. Hún kemur rétt, svari kemur eftir nokkra sekúndur. Hvernig metur þú stöðuna þína? Já, hún er aðeins betri bara. Aðeins betri að tíminn aðeins verri. Já, ok. En hann er svo sem ekki með mikið tíma heldur. Nei. Hvað er planið? Já, planið er bara að það vera aðeins rólegur. Já. Sjá hvað hann er að fara að gera. Og svo bara sé ég hvað ég gera þá eftir það. Já, mér sýnist þessi FN-leikur hafi, já. Maður veit ekki hvað gerist í þessu. Já, það er bara æmislegt að gera þessu. Já. Sigur hann. Já, hann er Sigur maður. Tíminn maður. Já, ok, fínt. Áfram gakk. Algjörlega. Þetta er spurningur minni að kenna. Já, það er bara óskonum til hamingju með sigurinn. Alltaf vel þín, vel gert. Það var glæsilegt. En hvar vorum við? Við vorum, þú varst með eitthvað... Já, eftirminn, ok, eftirminn skákurinn. Já, sko, nú þarf ég aðeins að hugsa. Einhverja ferðmaður hefur mann farið. Sko, mér fannst rosalega gaman til dæmis því við vorum að tala um Baguio City 87 á hann. Fórum hann saman með Hannes og það er ekkert smá ferðalega að fara til Philipsi að tefla. Nei. Það er millilendi í Hong Kong og svo áfram. Og taka svo rútu sko upp í fjöllin, 2 tíma rútuferð. Og þarna voru sko bestu skákmenn heims að tefla á þessum tíma. Þarna var Ivanchuk og þarna var Anand og Simon Adestein og allir þessi rússar og Gelfand og fleiri. Og það sem var svolítið merkilegt þarna var það að það var telt í svona stóri höll. Svo átti rafmagnið til að fara af keppnisstaðinn. Og það voru einhverjir gluggar, þannig að ef rafmagnið fór af þá var bara allt svart sko. Og ég man eftir því að þetta gerist sem sagt í meiri skák. Ég er að tefla hérna við rússneskan skákmann sem var mjög frambærilegur á þessum árum. Og hún er afmæli 18. mars, ég er afmæli 19. mars, þannig að degi eldri en ég.
og þetta ég með svart og þetta slavnesk vörn. Já. Og ég leika þarna á ákveðnum tímapunkti A4 til A3 í byrjuninni. Já. Þetta svona 10 leiki. Og svo allt í hennu bara allt svart og rafmagn fyrir höllin. Já. Og þá segir skákstjóri að bara kalla þess hátalara allir út og þá bara hlupi menn út og það var svona hálftíma pása nema það rússarnir voru sko 3 eða 4 og þeir fóru bara að tala saman á rússnesku. Ég hugsa mér, djöfull, sjálfur að vera að tala skákina mína hann sko hann þá hjálp sko. Svo kviknar rafmagnið og við förum inn að tefla og svo leikur andstæðingun og allt í bara B2, B4 bara og ég sé bara shit hvað þetta er góður leikur og svo tapa ég skákinni og ég talaði nú þetta í svona 2 ára eftir við vini mína sko hvað hefur svona illa komið fyrir mér þarna mótinu, ég lenti illa í því sko sem hann gat náttúrulega ekki séð hennar leik sko í myrkrinu en svo líða árin og ég fyrirgaf honum sko þegar ég sá hann svona rísa bara beint upp sko og þá þetta Vasili Ívansjúk sem var alltaf algjörlega þekktur fyrir sko að geta telt blindskák sko en þetta var nú svona eftirminnilegt atvik. Ég lendi í 1987. Þetta minnir mig bara söguna úr Queen's Gambit sko. Já, þetta var sérstætt mótið þar sem Anand var fyrst heimsmeistari 20 ára yngri. Já. Og Vasili Ívansjúk er ofurstórmeistari svo kallaður og bara hann ætla bara að vinna Kasparov og alla þessi kappa. Erum við næsta spurning fasteignatengt að þínu mati hvaða hverfi er vanmennasta höfuðborgarsvæðinu í dag? Hvað er mesta valjúið? Já, sko valjú. Nú er náttúrulega að reyna að græða eitthvað pening á mér hérna. Já, mér sýnist það svona að vera stefnan. Já, akkurat. Já, nú þarf maður að passa sig sko. Já, aðeins. Sko. Já, ef við förum út fyrir höfuðborgarsvæði, þá getur náttúrulega sagt Siglufjörður, vegna þess að það er minn heimabær. Nei, sko það er heilmikið að gerast á Suðurlandi og tökum sem dæmi bara uppbygginguna á Selfossi. Já, einmitt. Sem að náttúrulega er alveg stórkostlega, ég veit ekki hvort það hafi komið þangað eitthvað nýlega séð hvernig verið að byggja upp gamla bæinn. Einmitt, algjörlega. Og við verum að horfa bara á Suðurland, Hveragerði og Selfoss, Þorlákshöfn, Eyrarbakka, Stokkseyri. Já, þetta var ljú. Þannig svona, mætti mann aðeins svona horfa á þetta svæði. Já. Og já, ég svona kannski nefni eitthvað svona fyrir utan borgarmörkin vegna þess að það. Já, ég skil. Svo er húsnæðisverð bara verið svo brjálæðislega dýrt í borginni og eitthvað verður fólk að fara og einhvers staðar verður fólk að búa. Þannig að þá gefur auga leið að staðir eins og Selfoss og Hveragerði kannski ekki eitthvað verði eða. Já, sko þetta hefur náttúrulega verið þannig að sko þú getur gert góð kaup í fasteignum þar og margir eru að leggja það á sig að keyra bara yfir heiðina. Og geta þá keypt bara stærri eignir. Já, einmitt. Það eru margir sem gera það. Ég held ég sem tilbúin að taka við næstu áskorun á meðan ég spyr fresta næstu spurningu en þinni hendur áskorun. Næsta spurning hljómar sem svo. Þessi kemur frá Hjörvar Steini. Hjörvar Steini. Er hann ekki að undirbúa sig fyrir næsta Ég hélt hann væri að gera það en svo kom þessi spurningin. Hækkandi fasteignaverð versus hækkun á elóstígum. Ég skil þetta ekki alveg spurningu en ég myndi segja, já, er hann að spyrja þig álit á hvort þú myndir taka eða? Getur líka bara tekið inn á milli. Já, tökum eina hérna. Já, sko, auðvitað er náttúrulega fasteignaverð, já, teflaði það. Já, auðvitað er náttúrulega fasteignaverð að fara hækkandi og það er náttúrulega bara auðvitað allt önnur vaxtakjör heldur en hefur þekkst áður á Íslandi. Það er kannski svona fyrst og fremst ástæðan fyrir þessu hækkandi fasteignaverði. Já. Þannig að sjá vaxtakjör sem aldrei upplifað áður. Og svo má náttúrulega ekki gleyma því að það eru stóru árgangar að koma inn á markaðinn. Já. Bara fyrstu kaupendur. Já, einmitt, nákvæmlega. Það er náttúrulega það sem er að gerast líka.
algjörlega sko. Og næsta spurning, hún kemur einmitt frá, aftur Jónu Viktori. Og þetta góð spurning og þú ert ekki eins og búin að segja okkur frá þessu þetta. Sigur Þrastar gegn Mamet Jarov árið 2006 hans stærsti sigur á ferlinu? Og ef ekki, hver þá? Já. Þetta góð spurning. Já, fín spurning. Jú, það var náttúrulega, sko... Hvaða mót var þetta 2006? Þetta var Reykjavík Open. Ok, já. Og hann teldi Allikín. Já. Vörn á móti mér. Og ég veit ekki hvort ég segi að ég hafi trikkað hann eða hvort að hann lék bara hreinlega af sér. Ég held að hann hafi kannski frekar svona leikið af sér heldur en ég hafi eitthvað trikkað hann. Já. En það var náttúrulega mjög sætur sigur. Ég var enda búinn að vinna Gelfand áður. Hvað var það? Það var verið sko, það var í Arnhem í Hollandi. Í Evrópumótið 20 ára yngri. Það hefur verið 18 ára sennilega þá. Gunnar Björnsson forseti skáksambandsins var aðstofamaður minn. Já. Hvað voru þið þá svona, á hvaða reiki voru þið stigalega? Sko, Gelfand var náttúrulega bara einn af bestu skákmönnum í heiminum. Já, kannski ekki, svona hann var alveg ljóst að hann var að fara þangað. Já. Yngvar, þú grípur boltar á loft og segir biðskákin við Gelfand, þurfum þá sögu? Hvað segirðu? Biðskákin? Já. Biðskák, svo getur útskipt fyrir fólki, hvað er biðskák? Já. Hellingar af fólki sem veit það ekki sko. Nei, svo vann ég sko, jú, kannski Mamet Jarov sennilega steghæsti skákmaður sem ég unnið. Já. Á Reykjavíkskámótinu. Það er sennilega rétt. Ég hugsa það. Maður náttúrulega engan tíma til að hugsa hérna sko, meðan maður er að spjalla við ykkur. Einmitt, ég veit það. Við veitum allt. Það er frábært. Það er segna leikurinn gerður. Segðu. Veit ekki einu sinni hvernig ég er að tefla við. Já, þakkum Mikkel Vusten fyrir followið. En teldu þú semst biðskák við Boris Gelfand? Nei, sko það var ekki... Það fór í bið? Nei. Þetta var skák sem var teld sko bara full. Já. Og þetta var slavnesk vörn og hérna ég er með svart. Og búinn að undirbúna að byrja henni vel. Hann þekkti þetta allt saman í þaula og svo leka hann af sig manni hérna í svona stöðu sem að það var kannski tvíeggju eða kannski hallaði aðeins á mig. Það var náttúrulega mjög ánægilegt. Já. Já, aðeins að skákinni. Þú náttúrulega gast ekki hrókara þegar þá erum mist valdi á hápeðinu. Já. Að hrókara ekki og leika kongnum í staðin bara tvisvar. Já. Þetta er svo lógist eftir á. Ég hef aldrei dottið þetta í hug, bara frá grunnreglunum sko. Já, það sem var alltaf að gerast þarna ef ég hef sko verið að fara að hrókera og hrókur er ennþá H8 þá hefði ekki að drepa P myndi á H3. Já, einmitt. Það var það sem ég var svona að reyna að koma í veg fyrir. Já. En hérna... Já. Sko næsta spurning hún er eiginlega, ég ætla að lesa hana bara upp. Já. Er umfram eftirspurn á fasteignamarkaðnum í dag frá Arnar Inga? Miklu mat á það? Já, staðan er sem sagt svo að það eru fleiri kaupendur heldur en seljendur. En hefur ekki verið þannig í dálítið langan tíma? Jú, það er búið að vera þannig bara núna í svolítinn tíma að það vantar svolítið eignir inn á fasteignamarkaði. Það er svona það er komin upp svo stað að þessi svona skortur. Já, það ekki. Þá hækkar verðið, það eru fleiri, svo gefur að skilja, það eru bara fleiri kaupendur. Fleiri að bitast eignirnar og hérna, og þá fer að menna yfirbjóða og þá fer þetta svona, já, það er eiginlega bara komin upp svo stað. Já, þetta lítur vel út. Svo þurfum við að krefja Íslandsmóti, en aftur að hérna Ingvari, hann talar biðskákina við Gelfand. Biðskák, ég verð bara við ég veit ekki eins og alveg hvað það er sko. Á hann ekki bara við? Já sko, ég man ekki þess að þetta hafi verið biðskák við hann. Ég held að þetta var allt saman klárað bara í einni skák. Skákin fór aldrei í bið. Nei. Þannig séð sko. Og afsakið, hvenær var þetta, hvenær vinnur Gelfand? Þetta er sennilega
þetta sennilega 87, 88 svona cirka á þeim árum sko. Ég er 18 ára þarna. Já. Þú fórst til útlanda að tefla á einu sinni eða tvisvar. Já, það eru nokkra ferðir. Já, sko minn fyrsta ferð var sko öllum líkindum í 1981 þegar var sko einstaklingskeppni skólaskák í Asker í Noregi þegar ég var sko fyrst Norðurlandameistari í skák. Það var í 12 ára. Já. Það var fyrsta utanlandsferðin. Sko Bjössi talaði um það að hann hefur náttúrulega farið þér ófál einn líka. Já. Það væri stundum smá það væri aðeins dansað oft í þessum ferðum. Já, talaði Bjössi um það? Já, sungið og trallað. Já, ég hef heyrt það. Ok. Ég er sennilega að mista þeirri ferði, segðu mér endilega frá því ef að Það kemur að mér í næstu spurningu sko, því að ég ætla að spyrja þig ég hef nú fengið nafnbótina, ég veit ekki alveg af hverju þessu streymi sem The Bad Boy of Chess. Hvern myndið þú tilnefna sem The Bad Boy of Chess? Wow, góð spurning. Já, þetta er svona, hvað þýðir Bad Boy of Chess? Því bara hver elskar að syngja og tralla mest? Hver er svona Hvernig, já, þú mátt tólka þetta eins og vilt, en ég er svona meira að hugsa þetta út frá kannski stemningun og erlendri grundru. Já. Það var skemmtilegast að djamma með. Já, sko ég myndi nú segja að ég fer út fyrir landsteinana þá heitir samaður Ivan Sokolov. Það er svoleiðis. Já. Hann hefur svona, hvað maður að segja, já ég myndi segja hann myndi hafa þá nafnbót sko ef ég tala um svona Íslands vin. Já, þetta er alltaf fallegt. Sem að menn þekkja nú margir. Já. Úr íslensku skákliði sko. Einmitt. Hann er með þá nafnbót en ég tökum við áskorunum. Ég ætla ekki að gera svo djarfur að fara að tína til einhvern Íslending í þennan hóp. Samþykktu þetta? Já, Gunnar, eitt segur hana. Já. Það var Ivan Sokolov. Bjössi Þorfinnur hlýtur nú að vera, hann er reyndar ekki The Bad Boy of Chess, en hann er ansið skemmtilegur. Já, engin spurning sko, ég myndi ekki segja svona bad boy sko, hann er skemmtilegur sko. En Ivan Sokolov hann var bad boy, hann er svolítið bad boy. Nei, við skulum bara segja hann sé svona skemmtilegur og það er gaman að svona fá sér í glas og eins og gengur og það er nú svona litríkur karakter, við getum notað það orð sem að hefur oft náttúrulega telt á Íslandi og ég teldi nú eina mínu besti skák mótið honum árið ætli það ekki verið árið 1998 12. mars segir maður rétt sem var bara mjög eftirminnileg og skemmtileg við skákákamenn að fara yfir. Hann talaði vel Sokolov, hann Hjörvar reyndar ekki eins sem The Bad Boy of Chess, heldur sem góðan þjálfara en það er kannski bara bæði, það er bara góð blanda. Já, þeir voru eitthvað að vinna saman, ég held að Ívan hafi eitthvað verið aðstoð Hjörvar sko, tíma. Þetta eru 2 rósir í hans snappagatt í minni bók sko. en ég verði að fá að lesa upp hérna komment. Andri spila FIFA, Andri vinnur okkar, segir hérna: sem uppáhaldsmaður viðurnefnisins Bad Boy of Chess þá er hinn almenna skilgreining á þann hátt. Hver sá en sami sem að gera sitt og gæti ekki verið meira sama hvað öðrum finnst. Elskar að fá sér nokkra kalda og rífa kjaft. Og ég ætla ekki að þvinga því í svarþröstur, en ef ég ætti að svara þessu spurningu þá væri það eiginlega bara Birkir Karl hérna. Lengst til vinstri. Það er bara svoleiðis sko. Ég tek við þessari nafnbót bara, það er klátur. Maður er bara hálf meir hérna. Þetta er einn í hug, ég veit ekki hvort þetta segja, ég ætla bara samt að segja sko náttúrulega það var mjög gaman að vera með Stefáni Kristjánssoni heitinn, hann var alveg, það var mjög skemmt, ég var þetta svo ungur þegar hann lest en hann var mjög skemmtilegur. Já, algjörlega, ég get tekið undir það, hann var algjör harmdauði sko, hann skildi að falli frá, algjörlega frábær drengur. Og frábær, bara algjör talent. Algjör talent sko. Já, það er algjörlega hræðilegt að hann skildi að falli frá. Já. Og talandi um það þá minnist ég þess nú að við byggum saman
hérna þegar Íslandsmótið í skák var haldið á Egilsstöðum 2011. Já. Það vildi þannig til að það var haldið á Eiðum rétt fyrir utan Egilsstaði. Einmitt. Og þá byggum við saman í húsi. Það var þannig að tengdaforeldrar mínir áttu hús á Egilsstöðum. Já. Og ég mér var búið að vera þar og bauð honum að vera líka í húsinu. Og þá vorum við á kvöldin bara eftir þetta að spjalla og hann var þá að spila póker eins og var náttúrulega algjörlega snillingur í. Einmitt. Og þá sko kynntist ég náttúrulega ég farið marga ferðina með Stefáni og hann náttúrulega var nemandi hjá mér í skákskólanum í gamla daga. Það telt saman á Ólympíu skákmótum eins og til dæmis í Istanbul árið 2000. Algjör perla. Já. En þá kynntist maðurinn bara hæfileikum hans sko. Þetta búið með manni í íbúð í hálfmánuð og sér hvað all lék í höndunum á honum eins og til dæmis bara hvort sem hann var að spila póker eða gera eitthvað annað kvöldin. Það var alveg ótrúlegt sko. En það ekki? Já, algjörlega ótrúlegt. Maður hefur heyrt sko, hann stoppaði stutt við í háskólanum en maður hefur heyrt frá kennurum sem voru kennunum að þetta sé bara eitt af mestu talentum sem bara, já ég veit ekki hvað maður að segja, bara algjört talent. Það var algjörlega og menn segja sko 2650 ef hann hefði haldið bara að vera að spila hann. Sko. Já, hann var allar byrjuð það. Já. Ótrúlegt. Og hann náði, bara svo að þetta ekki fram, alveg heil langt í pókernum sko. Já. Sem og náttúrulega í skákinni. Það bara þannig að Já, klárlega, hann hefði náttúrulega getið orðið heimsverði karða. Nú ætlum ég að taka, þessi kemur frá, ég heldur að Stanley, hann er ekki frændi Stanley hann, jú, er hann frændi? Jú. Nei, hann er skildið með fjölskylduböndum en við erum ekki frændur, samt. Já, þetta er persónuleg spurning, þannig ég þykist vita að það sé smá svona skot á þig. Já, ok. En það er gaman að því. Já. Hefurðu reynt að sannfæra viðskiptavin að þú sért lojal með því að benda honum á að þú sért Arsenal-stuðningsmaður? Nei, ég hef ekki dottið það í hug. Maður bara reynir að gera sitt besta fyrir alla viðskiptavini. En segjum við, þú varst að segja okkur fyrir þáttinn að þú ert fasteignasali en þú sérhæfðir núna í atvinnuhúsnæðinu. Já. Hver er svona megin ástæðan fyrir ákvæmst að fara frekar þá leið? Já sko, þetta var nú bara þannig að ég byrjaði í gamla daga, sko ég datt inn í fasteignasölu fyrir tilviljun, 24-25 ára gammal. Þá var ég ráðinn sérstaklega til að selja atvinnuhúsnæði og ég vissi sem ekkert það, þá var þetta svolítið nýtt á markaði að bjóða upp á svona sér atvinnuhúsnæðisdeild og ég datt bara inn í það og þetta þróaðist bara með þeim hætti að ég hef svona sérhaft mig í því. Já, einhverju svona kostur sem getur nefnt sem að kannski eru betri við að við vorum aðeins að tala fyrir já, ok, allt cover að þarna þetta er sem ég vil kjöra ég vil kjöra mátinni fyrir spurningu sko já, ég segi nú bara Birgir, hann er stórmestari ég vil nú bara rólega haldt þú bara spurningarnar góður í þeim sko I don't know, sjá hvað setur já, þetta er ég að selja öllum fjármöndum líka íbúðir en ég hef kannski verið að selja kannski meira atvinnusnæði. Ég man nefnilega, ég var að leita sjálfur á íbúðundaginn og þá var ég oft svona, ég aðtuga oft hver fasteignarsali væri því að ég var ofta að vona að væri þú sko, svo getur eitthvað hjálpað þér. Bara sagt mér ákvæmlega hvað ég fengi íbúðun á. En ég var aldrei svo heppinn sko. Nei, það er nú sjálfgeft að við getum sagt það fyrirfram sko, oft og tíðum koma mörg tilboð og þetta verður bara að hafa sín gang og seljendur og eigendur náttúrulega taka ákvörðun bara. Hvernig er sjálfur. Þetta? Heyrðu býtu, Já, þetta lítur ekkert sérstaklega vel út í mér sko. En þú ert að keppa móti grjóthörðum áhorfendum bara svo því Já, það er bara algjörlega fínt sko. Ég er bara ekkert stressaður sko. Nei. Hérna kemur spurning frá Andra Frey, talandi um rauðvín. Hvaðan er eftirlætis rauðvín þrastar? Já, ég myndi segja að það væri Muga, Rioja. Já, ég með gruna þennabla. Já, svona Eftir hilla. Já, ég svona segi það bara, svona, það er ítölsk vín, frönsk vín, spænst, þá er ég svona, kann ég best við mig. Já, er eitthvað land sem fólk á að leita til eða er órugt? Ég sko, Rioja er náttúrulega, Spátt bara er náttúrulega,
eitthvað sem ég segi í dag sko. Maður er oft hitt sko eitthvað if in doubt þá maður að velja suður-amerískt. Já, ég bara ég er ekki alveg sem skoðun það er bara að vera bara allir að hafa sína skoðun. Sko næsta spurning hún kemur frá Stefán Arnalds og hann segir besta tafnfélag og besta tafnfélagsstemming sem þú lent í. Það er að segja hvar hefurðu notið þín best þegar þú hefur að tefla í félagi? Já. Ég er náttúrulega búin að tefla með nokkrum félögum. Já. Það var náttúrulega gaman að vera í liði Bolvíkinga á sínum tíma. En líka Huginn og Tafnfélag Reykjavíkur og Hellir og þessi félög allir, það er skemmtilegu félagskapur. Heyrðu. Hvernig get ég gefið? Já, það er fánið þarna, Gunnar Eirík, Glæsir, Leifur, takk fyrir. Yes, já. Hann lítur ekki að máta mig. Ég held ég hef kent hann á það einhvern Já, hann lítur að hafa þetta. Já, og þarna Já, nokkuð bröðið tafli Já, þetta var lúmst Já, ég drefti frá biskupinu Skemmtilegt Samþýttu þetta líka Já, tökum Markus En já, þarna skora aftur á okkur Markus Við skulum taka eitthvað svona sérstakt deild og tímabil sem var svona Nei, maður er alltaf bara búin að tefla maður byrjar alltaf að tefla deildakirinn einhvern tíma 13-14 ára gamall með Tafnfélag Reykjavíkur Já, ertu TR-ingur? Já, ég ætla að TR-ingur bara náttúrulega uppalinn í TR og svo bara þróast náttúrulega hlutir framlega stundir Hvert ertu fyrir þá sem að vita ekki? Þú byrjaðir í TR hvert lá svo leiðin? Já, TR náttúrulega mitt upphafs Tafnfélag og svo fór ég yfir í Helli kom hann smá vakning með Helli Þú fórst úr TR í Helli? Já bara eins og margir aðrir gerðu á þessum tíma það var náttúrulega svona svolítið miklu meiri pólitík skákinn í gamlan daga heldur en í dag Hvað árið þetta? Já þetta er svona kannski kringu 1990 með fyrirvara það að maður er í meiri skák og fer svo úr Helli í svo prófaði maður nú aðra hluti líka fór yfir í Bolungarvík og Huginn en allt þetta nú skemmtilega klubba bara það ekki? Jú, maður saknar svolítið deildakeppninar að í ljósi ástandsins að þá er ekkert verið hægt að hittast og tefla í þessari liðakeppni Þessi Riddar EFM leikur var mjög skemmtilegur hjá honum og þetta er svona Já, takk Hver er þín uppáhalds hljómsveit, Trausti? Ertu tónlistarlega sinnaður? Já, ég held mikið upp á í gamla daga náttúrulega var maður í U2 og AHA en í dag er það Coldplay sennilega. Já, þeir eru geggjaðir. Já. Ok. Spilar á hljóðfæri? Nei, ég gerði það ekki, en svo held ég líka mikið upp á Big Country. Vitið þið hvað það er? Nei, erum við ungi verið það. Já, ok. Ég fletti því upp bara eftir þátt. Já, við skulum gera það. Ég skammast mig. Það er bara Þú er búin að taka með það tvisvar á teppi Hvað heit borgin hinn? Hann var í Filipsheim. Nei, hvað heit hún? Baguio City. Baguio. Það verður allir að þekkja þetta. Kortnæði og Karpov. Ég held þetta væri í Kortnæði. Ég var náttúrulega bara barn á þessum tíma en ég gerði eins og jafntefli við Kortnæði í fjöltefli. Í Íslandi. Já. Og við varum haldið á Hótel Borg í gamla daga. Þess vegna held ég nú með honum alla tíð síðan nema kannski á móti Jóhanni Hjartarsyni. Já, einmitt já. En þá gríp ég þennan bolta oft og spyr uppáhalds skákmaður allar tíma? Ég held ég verið að segja Anand. Já, er það út af eitthvað vinulegu tengslum eða ertu líka hrifinn af hann? Nei, ég var bara hrifinn af skákstílnum hans og bara persónuleikanum sem slíkur. En hefurðu telt við hann? Já, á keppnisleveli. Já, við teldum náttúrulega bara þessa náttúrulega heimsmeistaramótinu í gamla daga, svo tapaði ég líka fyrir honum í móti í Lloyds Bank í
í London. Já. Svipuðum árum. Hann svona kannski líka, hann svona svo alþýðlegur og svona hvers manns hugljúfi bara persónuleikinn. Sko. Einmitt. Við fengum Bjössa til okkar og síðan fengum við Hjörvar til okkar. Við spurum það báða. Já. Hvert væri þitt draumalið, sem sagt landslið, Prime, skáklandslið, eða sveit? 4 manna sveit. Pluss varamaður, jafnvel. Já. Ekki pluss varamaður. Nei, bara að þú vilt. Ég elska kalda kveðjur. Já, flott. Skilja bara alveg eftir. Já, það er flott. Engin varamaður, af því að þá ertu komið einhverja tryggingu þarna, sko. Það er rétt. Frápunktur. Skemmtilegasta lið. Ég ætlum ekki að segja þér hvað hinum völdu fyrir að þú svara fyrst. Já, ég get alveg sagt ykkur hvað það lið er. At their prime. Sko, ætli það sé ekki gamla verslunarskóla liði þegar við erum Norðurlandameistarar framhaldsskólakeppninni í gamla daga, ef ég má klára það. Þá var það ég og Davíð Ólafsson og Andrés Gretarsson og Gunnar Björnsson. Má ég ekki bara svara þessu svona? En þú mátt sko stilla upp í hvaða einstaklingu sem er. Hann pakkaði mér eiginlega saman með því að svara spurningum sem ég spurði hana sko. Það er að senda mig á kottan held ég bara. Sko þú mátt velja alla skákmenn Íslands. Já, nei, ég er bara búinn að svara spurningum. Já, ég meina. Þetta eru nöfn sem ekki heist áður í þessum lið. Nei. Já, ok, hann svaraði þessu. Já. Ég tek þetta á mig. Yngvar Þór styður þetta hér, sé ég. Ég sá einmitt, það var umræðum þetta á íslenski skákmenn. Já. Þá bráði þessu liði fyrir í kommentagerðinu. Ég hugsaði, skemmtilegt að sjá Gunnar annars. Já. Ég held ég hef aldrei séð Gunnar tefla sko. Hann hefur alltaf verið bara forseti í mínum augum sko. Það er taktík. Já, þessi skemmtilegur. Já. Það er smá taktík hérna fyrir. Þetta er sleggja. Já, fararstjórinn var sem sagt Ólafur Ólafsson, þið viljið fá það líka, það var í Finnlandi. Það er maður sem okkar kynslóð er ekki kynnslefin, ég hef heyrt margar sögur af þeim manni. Mörg vídeokvöldin hérna, hann var mjög sérstakur, hvað maður að segja, hann var, ég veit ekki hvað til að fara með þetta, en einhvern veginn, hann var svona, hann var all-in. Já, þetta var svona bara skák æskulýðsfulltrúi taflfélaginu í gamla daga og Þetta er mátt. Já. Og svona, hann, hvað maður að segja, bjóð til svona ákveðna stemmingu í kringum skákina í gamla daga, taflfélaginu. Það var náttúrulega taflfélagið okkar eins og svegi, sko. Já, einmitt, já. Það var náttúrulega fyrir tíma faxafensins. Miklu minna húsnæði og svona menn voru svona svolítið þéttar saman. Já. Heldur henni Heyrðu, það er Vigni Vatnar. Það er Vigni Vatnar. Já. Vigni er að skora á og hann er fyrsti sem held ég, það er 2 búin að segja í kvöld, ég held að hvoru þeirra hafi náð aldrei. Sem þýðir að Vignir hefur skorað aftur á okkur. Ef hann vinnur, þá vinnur hann 50 eurur og það er þó að hann vinni, þá er það aftur í búið og það er fyrir hvert sem er, þannig að ég held að allir getur nota 50 eurur, þannig munar það, munar minna, þannig að endilega skorið á okkur. Já, samt þetta leikur. Já, Vignir 2576, þetta er ekkert... Smá, hvernig er skorið, hvernig hefur þið gengið með Vigni hingað til? Ég held ég hann tapað fyrir hann síðast, við erum svo sem ekki búin að tefla marga skákir, ekki Já, oft. það er eitthvað svona stælar bara strax. Ekki telt oft saman Arnar, það er gamli góða aldurinn Já, þetta er náttúrulega keppandi í 9 manna móti Íslandsmóti núna sem er í gangi. Já. Þannig að það er hrikalega gaman að fá hann í kvöld. Gaman að sjá að undirbúningurinn hann greinilega veit að til þess að hann standi sig vel á morgun. Já, þá áhugavert. Þetta er bara gert fyrir Þörnavit Já, þetta er nú bara fyrir Erstu búin að reikna þetta eitthvað eða? Vignir? Ég veit það ekki. Já, hart. Hann þór ekki í hann. Við verðum að skoða eftir okkur má ekki drefa út í einum. Ég hef aldrei senið leggja þau jafn mikið á borðið og þannig að með ripstæri dreipur Leggja eistar á borðið? Við skulum bara tala hreina íslensku, ég vil ekki heyra. Ég hef aldrei séð það Það var grjóthart.
Það ekkert flóknar en það. Já, en úr því að við erum konum með keppandi á Íslandsmótinu, þá kannski spurningum að við förum aðeins yfir Íslandsmótið og gang mála eftir þessa skák. Já, algjörlega. Já, það gaman aðeins að kíkja á það vegna þess að þetta alveg hörku keppni, sko. Já. Þeir eru allir að vinna hvern annan og... En mér sýnist þetta að vera 2 hesta hlaup eins og staðan núna. Eða okkur sýnist það á milli Jói Hjartar og Hjörvars. Já, þetta komið þangað? Já, þetta er... Sko, já, ég myndi segja það. Já. Ég myndi segja það, sko, að, veist... Allavega, ef við minnumst aftur á styrktaraðilum okkar, þá eru þeir að setja semst, sérfræðingarnir tala um það, að þetta sé á milli þeirra tveggja. Já, okkar helstu sérfræðingar sem eru náttúrulega Ingvar Þór og Björn Ívar. Ingvar Þór og Björn Ívar, já, algjörlega, sem að vinna frábært móti sem lýsar, eða lýsendur. Já. Þannig að ég svona, nú ætlum ég að lesa fyrir þér, Þröstur. Já. Þú veist að Jói er vinning á undan Hjörvari. Já. Og nú ætlum ég að lesa fyrir þér prógrami hjá þeim tveim. Er Jói vinning á undan Hjörvari? Hálfum, já, ok. Og þú ætlar að segja fyrir fólk sem er að reyna að breyta einum dali í 2. Já. Hvort hestin þeir eiga að veðja á. Já. Prógramið hjá Jóa er Sigurbjörn með svart, Bragi hvítt og Hannes svart. Hvað eru margir vinningar þarna fyrir Jóa? Ég er að tefla hérna náttúrulega mótið fyrir sterkur skákmanni, þannig að hérna... Þannig að ég hef svona... Mátt svara svo eftir. Já. Ég gef grænt á það. Maður sjá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já, ok. Sérðu líka hæra með mástu. Þú veist það, Birkir. Hvað segirðu? Þú séð, munin á mannafjölda út af borðinu. Það kemur +3, +2. Já, það er rétt sér. Þú ert með 2400 stig á chess.com. Hvernig veistu þessa hluti ekki? Ég tef bara sjálf. Já. Kannski hrollara. Já. Af því svo eins og þú teirir ekki þetta tvöfalda E-type sem 2 stig, sko. Það væri bara villust talið, sko. Já. B5. Já, einmitt. Sjá hvað gerist í þessu og ég veit ekkert frekar en þig, hvað er að gerast þarna? Þetta er... Hrókur dreipur G2, kemur það hrókur að einn eða? Alveg leik? Já, það ekki. Eða bara H4 eða eitthvað og ég fara að gefa upp bestu leikina í beinsetningu. Gefa hún smá breyk. Það er líka að segja leikinn sem hann hugsa. Ok, F5. Já, ég var nú að segja. Ok, ég ætla nú ekki að segja mikið samt. C4 og það er hrókur B2 og orðið tvísýnt eða hvað? Þetta nú því. Já, þetta er svona bra, sem gengur. Birkir, þú var eiginlega að gefa smá skáskynningar fyrir minni spámenn, sko. Ok, sko, Þröstur er piði yfir, en... eins og mér. Já, Þröstur er bara piði yfir. Þú veist, það er, þú veist, Vignir er með hann eitthvað... mér sýnist það alltaf að sækja jafntefli núna Vignir, sko. Það er að siksaka hann á milli peða. Og það er spurning hvernig Þröstur á að ekki að taka jafnteflinu, sko. Af því mér sýnist Þröstur búinn að, nei, Vignir búinn að binda hann aðeins, sko. Kongur er fyrir í, en það er eina spurning. Hann siksakar hann aðeins. Sko, ég held að... Ég held að, já. Já!
Ok, hrókur A2. Já. Og nú spurning. Já, Blásöld sóknar alla leið. Ég myndi segja sko Ok Og það sveifla Eitthvað Driti Já Það fá að sveifla Ok Þetta er nú bara Þraustir að mynda kilvuna hérna sko Já, mér svona sýnist það Hann er búinn að vera að hita upp í dag fyrir einmitt þetta endatafl Það væri nú eitthvað ef að gestir myndi mæta eitthvað og taka líklega einn heitasta skákmann Íslandsmótsins. Já, bara Hann var underdog fyrir Íslandsmótið. Þú gast orðið helviti ríkur á að setja hann. Sko ég heyrði menn vera að tala um að það væri að vaksa á Vigni Horn í dag á einhverjum tímapunkti í skákinni í dag. Ég sagði það Vigni bara svo viti að þegar ég sá oss með betra á móti Hjörvari að þá benti ég svona á það að það væri mögulega bara að vaksa Horn á þig. Þú væri bara að verða íslenska getinn. Já, það hérna En svo reynda mætti Hjörvar með sín Horn og kláraði það. Já, Hjörvar náttúrulega geithafur sko. Hann er hafur. Ok. En þeir eru það nokkri hann er sér líka. Hvernig líður þið Þröstur í þessu skák? Jú, bara mér líður ágætlega. Ég er bara að reyna að vinna skákina og svo bara kemur heil ljós hvort að það takist. Þið líður bláglega vel blá. Já. Það er bara ekkert meira það að segja. Nei. Þú ert með time advantage og þú ert Sko þetta er besta skákin svo far í kvöld. Ég ætla að jinxa það hérna núna. Það er að jinxa það, já. Já, ég ætla Já. Kæra áhorfendur, ég lofa því hér með að Þröstur mun ekki tapa þessari skák. Það fyrkir við. Smá jinx svona. Já. Það mátti hjarta sko. Þeir nú bara vilja sjá að íta peðinu hana. Þetta var nú ekki það sem Vignir þurfti á að halda fyrir endasprettin af Íslands. Eða hvað, sagði hann. Eða, byrju, ha? Já. Já. Það er ekki til lilli dronning, sko. Nei. Klapp og síkó. Peðið sem er komið lengst, ok. Nei, þetta er... Við erum byrjað að reksuða. Já, skákar hrókin á. Já, ég get eiginlega ekki leikið, fyrst þú sagði það. Já, ok, sorry, já. Ekki þessi mikið hjálp frá mér, sko. En já, þarna... Ok, þetta er þetta svona... Nei, þetta er bara... Jæja. Hann mætti nú gefa þetta. Þetta er... Það var gaman þegar ég vænt að fá svona skák, svona sleggjuskák í streyminu. Í beinni útsendingu. Já, og hvað þá að gesturinn okkar vinni það, sko? Já. Ekki er hann að verða, sko. Einn stórmeistar og annar verðandi, sko. Já, allt gengur eftir. Já. Heldur að Vigni verið stórmeistari? Já, hann er alla brutið þess, sko. Já. Ef hann bara heldur sig að skákinni, þá hefur hann alla brutið þess. Einmitt. Það er ekki spurning. Herru, glæsilegt. Maður kannski eftir að vera með í þessu móti. Mér sýnist það alltaf þessari etappu, sko. Hvað Vigni? 3,5 eftir... Sjá, eftir 6 umferðir. Ef við kannski lítum aðeins yfir mótið. Þetta búið að vera 4 mót. Já. Og strax í fyrstu umferð mættust Hannes Hlífar og Hjörvar Steinn. Já. Sem að, ég held sér óhætt að segja það var svona skákið sem setti það með tónin. Af sigurstranglegir. Og það sem að mér finnst kannski merkilegast við þetta mót er að þegar við vorum í samningaviðræðum við Coolbet að stuðla á þetta mót, að þá var ég að segja maður ofta á þessum high levelum að þá væri mikið jafntefli. Já. En það, og ég veit ekki hvort að þú getur útskýrt það fyrir okkur, en það eru bara valla jafntefli á þessum móti. Þetta er eiginlega allt bara decisive úrslit. Já, það er náttúrulega gaman að horfa skákmót þar sem er lítið jafntefli og menn leggja bara mikið á sig að reyna að vinna skákinnar. Þetta viljum við sjá mótin þannig.
Þú talar þessa skák hérna hjá Hannesi og Hjörvari. Já. Þá var það náttúrulega mjög fjöru skák og svona fannst mér koma svolítið óvart hvað Hjörvar komst upp með sko þessa sóknar tilburði hérna í miðtaflinu. Já. Við getum meiri segja. Mér veist að svona, það var mjög áhugavert að sjá hvernig hann gat sko fært þessa stöðu sko yfir í svona sóknar tilburði. Já. Af því að við tökum bara, og ég veit að Hjörvar verður örugglega brjálaður út um mig, en við tökum kannski þessar 2 skákir, bæði það sem hann vinnur Hannes, og svo þegar Jói Hjartar tekur hann svoleiðis í, já, að hann bara... Í karphúsið. Æga sagt í karphúsið gamla, sko. En byrjum á þessari, því að þessi skák setti þóttið tónin hana, Hannes og Hjörvar, og ef þú kannski sýnir bara, veist, hvenær fannst þér kannski smá Hjörvar bregða út af og... Þú mátt bara þurfa að stýra þessu hérna. Þetta hér. Hannes sem hvít, Hjörvar með svart. Já, Hannes sem hvít, Hjörvar með svart. Ok, þetta svona bara hefðbundin byrjun sko. Já. Ég held að þessi leikur sko, Riddari BD7 svona... Ég kannski ég ætla að fá... Já, þetta breytir sig eitthvað. Já. Þetta betra. Já. Og svo. Ok, erum að svara. Já, þetta flott. Já. Teflir þetta svona áfram bara hefðbundið þannig. Við erum í 12. leik og þetta nokkuð hefðbundið ennþá. Þetta svona allt saman hefðbundið. Ok. Svona staða í jafnvægi. Ef við stáðum bara hér, af því mér finnst þegar ég horfa á skákir af 2 stórmeisturum og ég tala nú ekki þegar ég er að horfa til dæmis þess að gæja á þessu bestu leveli, það er svo gaman að horfa á fótbolta af því að það skilja hann allir. Það er bara, þú þarft ekki að koma neitt að borðinu til þess að sjá hérna Cristiano Ronaldo skora aukaspyrnu og hugsa, vá, hann sparkaði vel í boltan. En þú veist þegar Hannes Lífar og Hjörvar Steinn er að tefla og kannski Karpov og Kasparov eða einhverjir þannig gaurar þá hérna þú veist, þá get ég oft alveg setið í stöðun og ég veit ekkert hvað er í gangi þótt ég horfa á það sko. Þannig að við skoðum til dæmis þessa stöðu bara, þetta er bara að segja nokkra hluti hvað verður gott í hvít og hvað verður gott í svört stöðuna jafnvel plan. Jú sko, hérna sko, þessi staða er alltaf bara þannig að við byrjum að tala um svörtu stöðuna þá er biskupinn að B7 svona svolítið svona, hvað ég var að segja hann lítið að vera í honum í augnablikinu þó að hann vakni nú til lífsins seinna meir. P og E4 eru þetta sko svona er þannig staðsett að það gæti svona orðið svolítið sko skeinuhægt ef það var sókn framöndan en það sem gerist sko núna í framhaldinu er að svartur nær sko sókn á tilburðum og hrókurinn á A8 er alltaf búin að ferðast upp á A5 og komin á D5 og hans framtíðarreitur er alltaf H5 og hvítur er svo sem með öflugan riddara á C4 en það er svona staða í ákveðnu jafnvægi. En finnst þér Hannes hafa kannski mist stjórn þarna? Nei, ég myndi ekki segja það sko. Nei, þetta er bara spennandi staða. Þetta er bara mjög spennandi staða og við höldum aðeins áfram. Þá drepur hann hérna á D6. Ég held að það sé sko, ég meina það er svona kannski ákveðin ónákvæmni í þeim leik. Riddarinn er hans býsna góður á C4. Þetta er stokkinn á E3 eftir atvikum. Og kannski liggur ekki beint á Nei, hann liggur ekkert á þessum uppskiptum. Ok, jú, mögulega getur svartur leikið biskup C7 eða eitthvað í næsta leik, en og hvað svo? Já, og hvað svo? Hvað er að gerast svo með hennar biskup? Það er svo sem ekkert sérstakt að gerast Það er P og G3 og þú veist, það er einhvern veginn Já, sko svartur þarf að leika H5, H4 þá vaknar biskupin til lífsins á C7 Er ekkert stress biskup C7 kannski B5 og síðan er allt í einu komið smá pressa á af því að ef riddarinn er hrækinn á E3 hvert myndi riddarinn fara?
Hann getur náttúrulega hoppað til B3 og hann getur líka ef að drottningi til dæmis færi á B3 þá geti riddarinn líka stokki inn á E5 og svona svolítið kæft sóknina kannski einmitt hjá svörtu en það sé svona þetta virkasti kallinn hans virkasti kallinn í augnablikinu og hann engin ástæða til þess að drepa D6 en það verður svolítið passífur hvíta stað verður svolítið passíf í framhaldinu ef við höldum aðeins áfram drepur hann hérna D6 kannski verið drottning B3 kannski verið meira í anda stöðunar hann drepur hérna drottning drepur drottning B3 H5, hérna náttúrulega búið maður að velta vöngum yfir því maður var að horfa á þetta í beinni útsendingu Akkur drepur ekki Hannes peðið á B6 og í staðan fyrir að leika A4 og biður Hjörvar að sýna sér fram á hérna réttmæti þessara peðsfórnar og hvað, ég veit ekki hvað við séum borðið þannig stilt að hann geti leikið kannski ekki endilega drottning B6, hvað hefði þá gerst? Hvað hefði prófa? Nei, helst ekki hægt við tökum bara sem dæmi drottning B3 og H5 og ef við drepum þetta peð við getum ekki gert það skiptir ekki það máli að sjá svo sem allir hvað erum að mér svona fundist að Hannes hefði átt að drepa þetta peð og biðja Hjörvar að leika næsta leik hver hans næsti leikur? Það náttúrulega Róni biskupinu B7 en það líka náttúrulega biskupa B2 það að segja þrjóndur B6 og dreipur B7 það kemur hrókur B8 og biskupinu B2 helluður en kannski leikurinn drottning D7 eftir drottning B6 en má þú ekki bara fara aftur bak? Jú, en hvítur allan að peði yfir ég ætla eftir á ekki ég held ég að Hannes ljóti að hafa nagað sig í handabökinu því að hafa ekki drepið þetta peð en hvar nei fyrir ekki, ég er í tómur rugli hérna vegna það kemur bara hrókur B5 og kalla flott það þarf að leika A4 allra, áfram, A4 og hérna, það hérna, ég að rugla saman stöðu allra ég ætla að tala um drottning B7 hérna núna það sem ég ætla að segja en hann lætur þetta fram eins og fara líka biskup A3 og kemur drottning D7 er ekki ennþá í búið það? ég nú náttúrulega bara getur alveg dreipað B6 það er hans að fara að hitna henni í kólunum hjá hvítu kongstöðunni vill ekki svartu bara leika E3 ef ekki kemur drottning B6 hann vill náttúrulega mögulega leika E3 og setja allt upp í loft og bara algjör veiking getur kannski byrjað að dreipa G3 og leikið svo E3 en þetta er svolítið óvanilegt hvernig vaknar yfir svörtu stöðinni það er gaman að sjá hvernig hrókurinn ferðast frá A8, A5 og D5 tekur svo þátt í sókninni nú teflur þetta sig bara rosalega sjálft fyrir svarta með að báða já bara fyrir svartu hann leikur bara hrókur á 5 og svo kemur bara riddari D5 hann er búin að leika H5, H4 rosalega riddarandi og hann og þessi biskupar bæði A3 og G2 eru náttúrulega ekki mjög merkilegir og svo kemur hinn hrókurinn inn þetta er óslega vel telt hjá Hjörvari og þetta ítir út í skoðun þína fyrir kvöld með riddarana frekar en biskupana já, þeir eru lúmskari eins og ég sagði á hann og mögulega eitt sem ég stundum gleymast er að stundum er auðveldara að kötta á biskupana heldur riddarana þó að þeir náttúrulega stundum í það getur eldast bara eftir því hvernig Anand oft nota riddarana og hérna þú fer maður í gegnum þetta hvernig er staðan núna, er þetta bara þetta er svona bara þetta er mjög erfitt þetta er mjög erfitt það er alveg ljóst þetta er eiginlega svona nánast óverjandi eins og þetta teflist við ætlum ekki að fara tilbaka endilega og þannig er þeir spáðið líka hérna vaknar þessi biskupa B7 til lífsins hann er búin að vera hérna bara eini kallinn sem að baku tjöldin allan tíman og nú vaknar þessi skálina og hún rauninni gerir út skákina eitt í þessu líka í þessar stöðu myndi ég halda að veri
bara svo margfalt léttar að tefla svartan leikindi komið miklu áttur, miklu auðvitað að sækina að verjast og þegar tíminn er svo lítill eins og 43 sekundur á Hjörvari og Hannes með 2 mínútur þá svo fórnar hann að G4 og hann hefði mögulega getað mér svo fórnar sko fyrr á G4 held ég ef ég ekki að bulla en sko það eru náttúrulega konur í smá tímarak hérna þannig það er ekki sko endilega að leika bestu leikjunum en það er alveg ljóst að hérna svartur er náttúrulega bara með vinningsstöðu sko í þessu en þetta er bara búið þetta er fátt svör en Leifur, farðu með okkur í gegnum hérna, ég veit að Hjörvar ég mun fá hatuspósta eftir hérna þátt en sýnd okkur aðra umferðina Jóhann Hjartarson á móti Hjörvar Steini gaman að sjá Hjörvar, ég elska þið samt bara það fellur alveg svo þetta er alveg tjaldið fellur tjaldið fellur eins og vinur okkar segir þetta er bara þetta er mjög skemmtilegt og maður sjá og hvernig fer ég ég skal græða þetta hvað fer ég aðra umferð og það er hérna Jóhann Hjartarson á móti Hjörvar Steini og ég veit ekki hvort ég er búinn að sjá þessa skák ertu búinn að sjá hana? Ég sá bara glefsur af henni ég svona þú veist þá leyfi því bara svona að rúlla með okkur í gegnum hana rúlla með skjörnum Jói með hvítt og Hjörvar náttúrulega tefli sigurleifert og Jói fyrir þetta Rittari Séfri, er hann búinn að tefla þetta oft áður eða? Nei sko það sem er að gerast hérna er náttúrulega bara það að Hjörvar náttúrulega teflir alltaf Nædorf og er náttúrulega bara opaslega vel lesinn og hérna vel að sér þeir í byrjun og Jói bara tekur það ákvörðun að hann vill svona reyna að komast út úr bara bókinni upp af við og ekki bara A6 strax það er Grand Prix að séu upp mögulega hann var svona kannski að velta því fyrir sér hvort að hann gæti ennþá komast yfir í Nædorf með einhverju víxlega leikjaröð en Jói tekur það bara á hann strax og segir bara ég tefli bara G3 og við erum að tefla svona og þetta er sama byrjun og Jói teflir á móti Helga Ás í gær held ég man rétt þannig að þú veist Jói greinlega bara af hverju taka menn ákvörðum að tefla frekar lokaði síkilegi það bara út frá því að losna út að preppi og svörtum eða þetta bara solid stað að tefla? Ég held að sé bæði sko að sé bæði menn svona aðeins átt að segja því að maður leika í 4 ég menna hvað ætlar anstæðingur hann að tefla ætlar hann að tefla sigurleifvörn eða ætlar hann að tefla eitthvað annað ef hann tefli sigurleifvörn að þá sko staðan er náttúrulega svo sko Jóhann er fæddur 63 hann er kannski náttúrulega í sínu starfi sem lögfræðingur til kóta hann er kannski ekki stútt til að byrja hann er alltaf að taka nei. Hann vil bara fá tefla sína skák og hérna á þess að vera kannski að eða einhverjum klukkutímum í einhvern byrjunar undirbúning því svona kannski bara partur af því að bara fá okkur stöðu og bara tefla skákina verið ekki hérna þurfa að eyða einhverjum tímum í klukkutímum í undirbúning og hérna er allt bara eðlilegt hér er bara allt eðlilegi leikir og svona þannig og þetta er búin að sé eitthvað teóría ég er ekki endilega viss það kannski hefur þetta sést áður en ég er nefnilega ekki svo, eða maður er ekki allavega oft séð þetta áður en ég horfði þarna ég hugsaði strax bara, mér líst vel á hvítustöðuna hversu líst þér? Mér líst vel á hvítustöðuna Já, ég get alveg tekið undir það sko. Biskupinn er svona B7 sko í augnablikinu ekki aktífur. Hvítur er búinn að hróka, hann er með opna F-línu, hann leikur strax F4 og það er náttúrulega auðvelt að velja hvítan í þessari stöðu sko. Svartur er náttúrulega eftir í liðskipan. Já og þekkandi í Hjörvar, það bara svona þykist ég vita að hann var out of prep hér að því sögðu að einhvern veginn svona það var hann kannski ekki búast við lokuðum síkilegi frá Jóa sko. Nei þetta er náttúrulega bara svona sem að og sér þetta peð og D5 þetta peð er bara þetta er bara klettur í rauninni sko það er náttúrulega bara þannig sko og svartur á ekki það er náttúrulega bara það sem að svartur stendur náttúrulega frammi fyrir er að hann mun aldrei geta virkað þennan biskup eftir þessari skálinu hvíturinn er að loka hérna með C4 og náttúrulega áttum okkur því að betri með C4 og ekki með detri með C4 og það er aldrei hægt að brjóta þetta upp og nú náttúrulega
sýnist manni staðan í rauninni sko vera orðin svolítið óþægileg fyrir Svarta. Hann ennþá með biskupinn F8 og langt eftir liðskipan. Hann búinn að opna svolítið á það erfitt fyrir hann að hrókara að koma kongnum almennilega í skjól. Já. Svartur bara dálítið svona planlaus og kallarnir hans svona vandræðilega settir upp Já, það er rétt. Ok, við höldum áfram, við riddari C3 og þá kemur F5 og þá getur strax komið, það er helviti mikil veikleiki hann Svörtum strax, er það ekki það? Jú, sko, auðvitað er hann alltaf bara vonast eftir að þetta haldi, þessi peð hérna haldi og hann geti klárað liðskipunum sína með að leika eftir atvikum biskup G7 og stuttróka. Þannig að það er svo sem kannski ekkit endilega langt í það að hann coveri eða svona bara sleppi út úr byrjuninni. Hérna kemur C3 upp í B5, hann er náttúrulega bara að fórna peði til þess að gera þetta. Ok. En allt í lagi, ég meina ég skil það vel að það er ekkit gaman að setja með hennar biskup inn í lokaðan hérna B7 það sem eftir í skákarinnar, hann er náttúrulega bara að reyna að virkja sig eitthvað. Reyna að fá okkur færi. Já, En er þetta, ok, við tökum þetta bara hérna, er staðan bara strax orðin mjög erfið fyrir Hjörvar Hýrða? Já, ég myndi segja það. Drottning B kemur einhver A4 núna? Hann leka A4 sko. Kannski getum við bakka aðeins, af því að fyrir mitt óþjálfaða auga að þú veist, ég myndi aldrei, eftir riddari C3, ég myndi aldrei þora að taka þetta peð, af því að mér finnst að grafa svo undan, enda maður ekki bara með stakk tvíbæti miðri og í staðan fyrir klatt sem við vorum að tala um. Jú, sko, eftir F5, ok, sko, auðvitað er það hérna ákvörðun sem Jóhann tekur að drepa þetta peð, en hann þarf þá, ef hann drepur það ekki, þá þarf hann að svara þér spurningu hvernig ætla ég að halda áfram hvernig ég að halda frumkvæðin áfram. Það er, sko, hann verður einhvern veginn að reyna að brjóta þetta niður, má ekki leyfa Svörtum að leika biskunum út á stuttróka og það er svo sem ekkert að gerast hérna í augnablikinu fyrir hvítan að það búið að taka E4-reitina af riddaranum og biskupnum og það er engin peða árás framundan hjá hvítum í þessari stöðu. Þannig að hann svo sem þetta er sérst besti leikurinn að drepa bara hérna B5, ég meina Já, eins og þú segir þú vilt ekki leyfa Svörtum að leika B4 hérna, skilur við? Nei. Ok, við höldum áfram. Já, drepi og drottning B6 A4. Já. Ok, það kemur hérna C4, stingur þeim leikinn og hann náttúrulega horfa til þess að hann fái þá einhvern færi eftir hálínunni og við erum náttúrulega vel að merkja að það menn er ekkert búin að skoða þessu stöðu og þau eru mæta til leiks og þetta er bara eitthvað sem að menn er að kokka upp á staðnum og getur svona litið býsna hættulega út. En ég hjó eftir sko ég veit ekkert hvort sé besti leikurinn ekki en þú veist, ég veit að Jói drap á H4 í þessari skák bara gegn mínum prinsipum í skák þá svona lúkkar það ekki nægilega vel en mögulega það er kannski erfitt að ég veit ekki hvað er best að gera fyrir hvítan hér ég er svona Nei, nú erum við náttúrulega ekki með einn aðgang að einhverju svona skákforritum eða við erum að skoða þetta Nei En hérna sko Svartur náttúrulega auglýstur fyrir að drepa G3 í næsta leik Já Það er náttúrulega hans næsti leikur Svona yfir borðinu dettur maður í hug hvort að G4 sé leikur F4 þá kannski bara biskup E4 eða eitthvað Já, þá ertu búin að opna fyrir biskupinn eða hreinlega bara drepa D-tripu C4 og drepa á G3 með H3 eða? Já sko, tökum sem dæmi G4, F4 og að drepa þá bara P og C4 Já, ok, já Svona Ok, og skákinn þróaðist á þá leið að koma H4 og hann drap Hann drap á H4 við á, hrókudröpur Drottning E1 ágætis leikur sko að bæði náttúrulega setur hrókin og svo er náttúrulega drottningin bara komin hérna á E-línuna og það sem gerist næst er drottning D8 Já, þá veist þú ert í Já, þá ertu veistu náttúrulega að þú ert komin í vandræði og þú ert að leika drottningunni aftur á upphásreitin sko og það kemur náttúrulega D4 Já Hróku G4
Já, það er náttúrulega, við sjáum bara að svörtu mennir eru náttúrulega allir heima, meira að minna. Kóngurinn er ennþá upp á þessu reiknum. Drottning F6 hefði kannski verið eðlileikur en þá kemur náttúrulega bara riddari síðan beint í grímuna og tjaldi fellur. Þetta er bara alveg bara... Það er allt bannað í þessu sko. Já, hérna er þetta eiginlega bara farið, síns með sko. Drepið. Rókudripur F5 er náttúrulega sleggja sko. Já, ok. Og ef við skoðum það því hann drepur ekki tilbaka. Já. Málið sko ef svartur drepur F5 þá kemur biskup H5 skák. Já. Kongur E7 einleikur þá kemur biskup G5 skák. Já, drott. Og það var að leika riddari fyrir og kemur drott drepur E5 skák. Já. Það er svona bara tjaldið í þessu sko. Já, þessi hrókudrepur F5 var bara... Já, það er svona... Það var seinasti naglinn í kistinu. Já, má segja það sé svona... Hvað gerist eftir kongur E7? Viltu drepa það? Byrja því? Já, nei, drepum. Já, drepum, það kemur biskup H5 skák. Já. Kongur E7 er einleikurinn. Það kemur biskup G5 skák. Já, kongur D6. Og þá drepið drottninguna. Já. Já, það er fínt. Þetta er bara svoleið, sko. Já. En hérna... Hann leikur biskup G7. Já, hann leikur biskup G7, ok. Og í þessari stöðu þá er svartur skiptamenn undir. Tveimur peðum. Já. Og hérna kemur biskup G5, við sjáum hvernig þetta teflir sig volið mikið sjálft. Og hérna fyrir Jóhann bara í einföldu uppskipti vegna þess að hann er bara búinn að átta sig á því að hann getur bara telt endatafli og í staðan fyrir að halda áfram með sóknina þá bara kýsa hann það að fara bara í endatafl. Það sér að það er auðunnið skiptamenn og hérna 2 PM yfir og það er bara svo sem þessa leiki hérna en skákinn er bara búinn hérna sko. Heyrðu, þá er það bara við þökkum fyrir frábærar skákkýringar á þresti. Ég ætla allavega að leyfa þér eitthvað hús með lokaspurningu á hann. Ég er allavega með 2. Já, ég meina. Af því ég man varst í miðri spurningu, miðri skák á hann þegar ég spurði þig. Já. Þú veist að Jói er hálfvinningi undan Hjörvari. Já. Það eru 3 umferðir eftir og ég ætla að lesa fyrir þið aftur prógramið hjá þeim báðum. Já. Að því gefnu að þeir 2 séu þeir sem eru langt líklegast til að taka þetta. Já. Jói á eftir, Sigurbjörn svart, Bragi hvítt og Hannes svart. Hvað segirðu margar vinningar þarna fyrir Jóa? Já, 2 vinningar væri bara 2,5 væri bara býsna gott. Ok, við segir bara Sigurbjörn svart, topp. Hvað segirðu? Sigurbjörn svart, vinnur hann það? Ég meina þetta er náttúrulega miklu stigaherri og reynslu meiri maður þannig að það er meiri líkur að vinni það. Já, einmitt já, ok, það var 1. Já. Hann er komið 1 vinning, Bragi hvítt. Það er bara svona 50-50 skák. Það er að segja Jói með hvítt eða? Jói með hvítt þá. Já, ok, þá er náttúrulega líkurnar aðeins með honum, það er þannig. Hann er komið 2 vinningar Jói. Hann er svart. Það er svona bara 50-50 skák. Ok, þannig að segjum bara 2,5. Hann fæði 2,5. Þá erum við með prógramið að Hjörvars og það er alls að þú eru olið mæði hvítt, ég skal svara því, það er sigur. Full vinningu, elskaði Alexander. Vinningu kominn, Helgi Ás svart. Hjörvar og Helgi Ás. Það er bara svona 50-50 skák. Ok, þá er það kannski bara 1,5. Og svo Sigurbjörn með hvítt og það er 2,5 en það myndi ekki duga honum, samkvæmt þessu. Nei. Og þá spyr ég að því, lokaspurning mín kvöldsins, að því ég veit að það eru margir að horfa sem að hafa áhuga á stöðlum morgundagsins sem eru dett inn fljótlega. Rétt, þetta bara inn í fyrramálið. Ég held ég 9 í fyrramálið. Snemm í fyrramálið. Og það er 1x2, Þröstur. Þú þekkir það nú, eða ekki? Já. Sigurbjörn og Jóhann Hjartarson, 1x2. Já, Jóhann er að fara að vinna það sko. Það er 2. Hannes Hlífar, Helgi Ás Gretarsson, 1x2. Hannes sem er hvítt. Já. Þetta segja 1. Þetta er coolbet seðil í bóði Þrastar, notabene. Hjörvar Steinn vs. Alexander Mæi. Vá, hún myndi nú gera marga milljóra marga. Segja 1. Já. Björn Þorfinnsson á móti Vigni Vatnar. Þessi er áhugaverð. Já, þetta er svolítið svona wildcard. Þinn maður á móti Vigni. Já, þetta er svolítið wildcard sko.
Ég ætla að segja X. X og segjum það skákinn Gummi Kja Bragi Þorfins. Já, ég ætla að segja X líka. Ok. Fyrir þá sem maður fengist með, það er fyrir ágætt summa þarna, ef þröstunum allt rétt fyrir þessu. Já, það er hérna. Leifur, áttu ekki með eitthvað spurningu? Herri, já, mér langaði að henda nokkur. Björni var komið spurningu fyrir þættinum. Mér finnst það var mætt spurningu og spurning sem ég mun koma til með að enda þættin alltaf á. Biskup eða riddari. Svara því með riddara sem er skemmtilegt. Já. Ég er sammálaður þar. Gaman með riddara, þeir eru brauðóttir. Þrællin á brauðóttir, sko. En svo annað, hvað finnst þér mikilvægast í lífinu? Og þú mátt svara sem þú vilt. Þetta er mjög opin spurning. Já. Það er aldrei spurning. Það er svakalig spurning. Já, við erum að enda þessu á stóru spurningu, sko. Við erum stóru máli rætt. Já. Fyrir utan skák og fasteignir eða eitthvað? Nei, alls ekki. Þú mátt alveg svara það. Nei, þú mátt bara segja þessi tveit sem svar. Þetta var nú bara að greina því að við erum að tala svo. Það er ekki bara að höndla hamingjuna, að vera sáttur við sjálfan sig og leggja sér þetta mörkum til lífsins. Já, þetta er glæsilegt. Ok, ég verða að grípa þegar hann segir þetta. Er eitthvað svona vendipunktar á þínu skákferli, hugsaðu einhvern tímann, ég hefði getað náð lengra eða eitthvað svona? Nei, ég held að sko, maður horfa aldrei í baksinn í speilin, maður er bara að halda áfram. En það ekki? Jó, það finnst skoðun. Engin vendipunkt sem Engin eftirsjá að neinu, bara keep on going. Keep on going. Allan tíman. Ég held að sé geggjur lokaverð. Það eru góð lokaverð, en ég verð, ég verð eiginlega að fá pína þess núna, af því við erum búin að fá þetta og ég myndi koma til með að spyrja áfram að þessu. Já. Þú mátt nefna varamann, en ef þú gæti nefnt landslið. Já. Ekki Vestlóliðið. Ekki Vestlóliðið. Bestu skákmenn sem við Íslendingar höfum átt, af því að 4 bestir. Já. At their prime. Plus 1, við leiðum það. Já, plus minus 1. Hann er búinn að vera sér einn. Já, þetta er frábært bestu. Þú mátt vera sjálf að þig. Ég bara kem aftur í næsta þátt og svara þessari spurningu. Já. Ok. Eigum við það þetta var bara... Herri, takk kærlega fyrir okkur. Þresti kærlega fyrir og mér langar að lokum að gefa Gunnari Bjössinni sjátt fyrir að hafa skrifað frétt og sjátt okkur á skák.is. Takk honum kærlega fyrir, en fyrst og fremst takk fyrir komuna. Takk fyrir að bjóða mér. Já, takk fyrir kærlega. Æðislegt kvöld.